höldum áfram að gera upp sveitarstjórnarkosningarnar. Í mörg horn að líta en það flokknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar fram til götunum. En hingað er komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem er formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík. Já, voru reyndar að lista í borgarbyggðarlistunum í Borgarnesi. Hluti af honum. Já. En voru í 2022 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru ekki víða? Já, víða. Hafnarfirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan á Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreisn komið saman áfram Árborg. Já. Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreisn að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð, þá vildu við láta reyna á það. Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður. Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið. Svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosið að aðalfundi að það skulle vera formaður, eitthvað sem var ekki, þú veist, við höfðum kosið það fyrr. Svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjölfarið missum við þetta oddvita yfir til Samfylkingarinnar og það er nóg að gera, Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á eigin spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar barátta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum. En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til Samfylkingarinnar en næst á lista var Alexandra Brím og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti. Nei, hún var sitjandi oddviti og er enn allan í Hvarvíkar yfirbót. Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á Samfylkingin að mæta með nýjan oddvita. Já. Kannski út af óvinsælum meirihluta eða var meirihlutin óvinsæll? Hvernig metur það? Það voru hvor þeirra. Það voru þetta þessu kjörtímabili voru... Píratar voru báðum megin? Við vorum í tveim meirihlutum. Sá síðri var, ég meina, samstarf er svolítið það sem einkennir Pírata. Við erum frekar góð í samstarfi og getum teygt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Ég verð að segja, ég kem inn þetta sem fyrsti varaborgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðast ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundurinn þar sem Einar slítur þetta alls saman. Svo ég kom svolítið bratt inn í þetta. En ég verð að segja, bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa. Mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar. En hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og rask Rask á hverju? Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meirihlutana. Númer 2 þá hérna... Þið voru inn í báðum megin? Já, við vorum það. Var það eitthvað rask hjá ykkur? Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitanan meirihluta þá myndast þetta rask og óvissa. Svo komum við inn í nýja meirihluta. Tildulega fljótt? Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér. Það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi. Ég kem inn. Það er auðvitað líka breyting og í kjölfari kemur hann aftur. Dóra fer. Svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma, satt að segja. Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður, eða ekki? Dóra fer
Þið voru að hjálpa mér öll með þetta Já, ég held að sé þannig. það byrð 2 mánuði eftir að við kjósum okkur formann, já. En já. Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var hvorki Samfylkingin Píratar sem voru einu flokkarnir sem voru allan tíman í meirihluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirihlutan af einhverju afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt. Nei, akkurat. Þannig að ég var að velta fyrir mér var það vegna þess að þið mátuð að meirihlutin væri óvinsæll og þess vegna væri sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkert hann var þeirra óvinsæll á því að það var eiginlega enginn til að verja hann í kosningabaráttunni? Já, nú verðum við að minna hérna fyrstu varaborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfi og oft meira en það og Kristinn Jón búin að vera fyrsti og sitið sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár. Svo hann nú ekki alveg glænýr. Við kjósendur ekki vön honum að verja vissulega, hann var glænýtt andlit út af við, algjörlega. Ég held að bæði, ég er nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í eftir þær, fyrir þær, sko. Og það var það ekki, eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjung í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já. Þannig að fólk óttaðist að Píratar gætu lent í því sama og Samfylkingin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítil endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað hjá Samfylkingunni. Já, einmitt á sínum tíma, já. Já, og það sama eiginlega gerði þjá ykkur að þeir sem hefðu verið á þingi fengu afleita kosningu. Þau gerðu það, já. Þau gerðu það og skýr skilaboð. En auðvitað leiðilegt með þessi, hvað var það, rúm 19.000 sem ekki gátu fengið fulltrúa. Ég held að bæði sósíalistar og Píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskosningunum 24. Var tæp 10%. Já, en Píratar voru mjög langt frá því að ná inn. Það var ekki bara með 3%. Já, samtals, já. Þannig að það var, inn í Píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu. Síðan koma mjög vondar þingkosningar. Þingflokkurinn fer bara slegin af. Þurrkast út, já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur. Og það næst ekki gegn. Og það skilja heldur ekki árangri. Ég er bara, hvernig er þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið höfnun á fyrri fórustu og ný fórustu ekki náð að sína andlit sitt eða er tími Pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið. Nú erum við frekar miklu framtíðasinna svo ég held að það er sjaldan eitthvað sem er vonlaust hjá okkur. Og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessa niðurstöður. Það er bara ekki spurning. En Píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin, sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem Píratar gera sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi, að mörgu leyti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varðandi spillingu og ýmis annað, þá mun þetta lifa margt ef ekki allt af. En í hvaða formi? Píratar sem hópur eða? Píratar sem hreyfing. Fólk hefur barist gegn spillingu áður en Píratar verði það til og líklega munið að gera þetta eftir að það er deyja. Já, en vettvangur skiptir máli, sann Gunnar Smári. Þú telur að Píratar séu góður vettvangur? Já, ég tel það. Og nóg að gera líka núna. Við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar, þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn
og spyrja þjóðina hvort við eigum að ganga til viðræðna, að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma. En skiptir, nú eru margir sem að munu tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Er það? Já. Eins og, ég myndi halda að það væri allir ríkisstjórnarflokkarnir eða Samfylkingin og Viðreisn. Ég held að það væri Evrópuhreyfingin og það eru Evrópusinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu. Já, út allt samfélagið, já. En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð Píratar leggja á þessa vogaskálar. Telur það vera... Hvort að lóðin okkar verður þungað ekki. Já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í lýðræðins okkar er mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Það var tekið við mig fyrir mörgum ára síðan eftir hrun erlendis og það var spurt, ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig, og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina, þá gæti verið að við erum náð þangað. En nú, eins og við vitum, vann Sjálfstæðisflokkurinn stórsigur og Viðreisn er flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkurat þetta málefni ESB. Svo ég tel að þrátt fyrir þú nefnir að Evrópuhreyfingin og 2 af 3 ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heild sinni sé það. En upplýsingaóreiðan sem hefur verið, ef ég hans má klára bara upplýsingaóreiðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér er kjarna Píratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli, að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það eru upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynnt eða ekki hlynnt því. Þar getum við spila hlutverk, vissulega. Nú er það Alþingi sem að mun ákveða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan munu kannski ekki hafa neina aðkoma því. Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Og það verður lagt fyrir Alþingi. Já, það er vist gert. Og það kemur bara í ljós í lok maí, byrjun júní líklega. Já. Hvort að verði eitthvað málþóf eða eitthvað, eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjósið í ágúst eða september. En sér þú fyrir þér að málþófi mun vera þess eðlist og þetta mun ekki ná að fara í gegn? Ég bara ekki hugmynd. Mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem er nú líklegast út til málþófs, hann sagði einhvern veginn að þeir hefði ekki tíma til þess. Já. Það kann að vera einhvern veginn hvernig, að þetta er þingsáttuna til að hún sé einhvern veginn afgreitt öðruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki akkur að sagði þetta. Já. Kannski hafa þau bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég er bara að segja að það verður það er alveg gott en að mæti vinnuna. Það verður ákveðið að ganga til kosninga. Já. Það verður. Kannanir sem ég hef séð, ef það er spurt viltu gangi í Evrópusambandið, þá er þetta svona þríðungar, það er þriðjungur vill það og þriðjungur vill það ekki og þriðjungur veit það ekki. Já, skiljanlega. En þegar ég sé kannanir viltu þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá finnst mér vera svona tölverður fólk sem hlintar í því. Já. Já. Ég held að það er út að það og líka þegar spurt viltu að við göngum til viðræðina, þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem segja já við því. Er það? Já. Það kemur mér, hvar hefur þú kannanir að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur en vilja ganga til viðræðina? Ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstakka könnun, bara þú afsakar það, en ég tel að það er stærri hópur, það er líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum, hvað úrtak er gert og svo framvegis. Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er best að vera með úrtak og mæla þetta, maskína og gallup. Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku hvort að það er einhverju skipt skoðun. Og það verður mjög áhugavert, vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðin sér þetta. En ég held verið pínu brennd líka bara eftir stjórnarskrána.
varðandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki, svo mér finnst það allavega mikilvægt að þessi skrif eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru þetta ekki full klárað að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert. Svo er bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfarið. Hvað þetta ekki gengur upp? Hvað ef við ekki... Ef það verður satt nei við þessu? Já. Þá er þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýðræðinu, myndi ég halda. 10 ár? Nei, ég er svona, já, við erum bara... Ef við förum til Noregs eða eitthvað svona, að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Noregi sem sögðu að það kæmi ekki til greina að setja þetta mál aftur á dagskrá. Það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum. En þeir töldu það ennþá duga. Ég veit ekki hvað, það er Evrópusinnar í Bretlandi, það er eiginlega enginn fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm, enginn svona málsmetandi stjórnmálamaður sem hefur lagt að beint til að ætti að vera með þjóðaratkvæðagreiðslum hvort þetta gangi aftur. Þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir. Já. Mér finnst það reynda skríti í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðslu sem þú vissi til út af stjórnarskránni að þar var spurt þjóðkirkjuna. Já, því var hafnað. Og fólk hafnaði því að það er slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp korteri seinna. Já, þannig virkar, já, það er þetta... Nei, en ekkert tíma, ef maður treystir þjóðinni, þá verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma. Já, ég gerði heimildaþátt, útvarpsheimildaþátt þetta og nú veit ég ekki, kaus sem sagt í fyrstu sinni á Íslandi í akkurat þessum kosningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu. Ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á 4. spurningunni. Þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin? Það var kirkjuna. Það var nefnilega kirkjuna. Það voru þeir sem að vildu aðskilnaðinn. Já. Að þeir áttu að segja nei við henni. En telur þú ekki eðlilegt að kirkjan er aðskili ríki? Ég bara veit ekki, en þegar þjóðinni spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu, ef þú vilt taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var ekki tekið mark á neinu í henni, sko. Nei. Ég er að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört eyðilegging á íslensku stjórnmálum að Alþingi tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þar erum við sammála. Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu. Og fannst þér vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir? Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmála með fólk sem var að kvarta yfir því Alþingi taki ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni, en það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun. Já. Ég En þetta er ekki stórt atriði, en ég flett upp, ég sé að það er könnun í upphafi árs, þá er það 53% sem að vilja taka upp aðildarviðræður. Já, það er nú ekki nóg. Nei, en ég hef ekki... Hvað eru mörg sem eru, ef þú tjekkar, hvað eru mörg sem voru óákveðin? Þannig að ég sé ekki skiptinguna. Akkurat. Þetta er bara frétt af þessu. Þannig að ég sé ekki... Ég held nefnilega að þetta verður tæft. Og ég held að öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni, við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku. Er ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í? Það verður eftir hvað Er ekki svona Alþingi, sveitar, stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur? Það er bara held ég könnun sem að það sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkosningum og það var spurningin 1944. Já, Já. Það var mikið þáttaka þá. Ég get ímyndað með það, já. En sumir vilja meina það að þetta sé álíka spenna, þetta sé fullveldið, segja andstæðingar ESB. Já, einmitt. Það sé sambærilegt mál, fullveldið þjóðarinnar. Já, ég get alveg séð þau rök fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa stafrænt fullveldi þessa dagana og ógnir gegn ríkinu á þannig hátt. En þú leggur þetta svona upp að þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar að þá... Er orðrómur dauða Pírata ýktur? Já. Nei, að Píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið. Það er þetta næst. Voru Píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
Nei, Píratar ekki sérstaklega Evrópuflokkur. Ég En held á þú hverju ert svona þetta fór aðeins... hlutverk Pírata? Píratar hafa bara miklu ástríðu fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert. Já, síðast var það ekki háttað þannig, svo ég held að það sem þú ert að vísa í þegar að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort að við að ganga til þessara viðræðina eða ekki. Það verður afgreitt frá þingi líklega í byrjun júní. Já, og ég formaður flokksins á landsvísu, þótt að við erum ekki fulltrúin á þingi. Nei, þá fær þjóðin tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt. Já. Svo kemur eitthvað niðurstöðu því. Akkurat. Þannig að þið hafið ekkert að gera frá því að ákveðið að kjósa, þangað til að þjóðin búin að tjá sig. Gunnar, come on. Það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig Píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa, eins og þú nefnir, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mun það hafa, hver að fara að semja. Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átt að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðarlega áhrif hvort að fyrir ekki bara Pírata heldur Íslendinga. Ef við kjósum já og ef við kjósum nei. Þú myndir vilja kjósa já og þú ert að Ísland gangi í Evrópusambandið? Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst. Hvort að ég ólst upp í Evrópusambandinu. Ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar. Ég ólst upp í Danmörku. Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran. Ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma hvað varu mótmæli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef við gerum þetta þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heitir persónuverndar-reglugerðin fór í gegn, var reyndar að öðrum ástæðum og þar hitti ég mannin sem var fyrir nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og þið ekki bara að fara að koma aftur, getum við ekki byrjað að spjalla þetta aftur. Ég sagði við þurfum nú aðeins að átta okkur á hvað við ætlum að semja út af smæð Íslands gerir það verkum að við getum sami frekar vel. Við þurfum að vita samt hvað við semjum og fyrir hvern við erum að semja. Þetta skiptir mér persónlega máli. Að við sendum bæði góða sendinefn og við erum mjög skýrum hvað við fara að semja svo við ekki annarkvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út af fyrir mér, ég er hlindi að við kjósum þetta, ég er hlindi að ég eftir að sjá hvað komandan frá Pávlafélögum, það búið að vera svolítið mikið að gera í dag, en ég er hlindi að fara yfir og bara sjá hvað við að fara að semja hvernig við erum að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmuni allra Íslendinga og ekki sér hagsmuni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heild sinni sammála því að við erum að ganga til þessa viðræðna. Ég get haft áhrif á það bara með þáttöku mínu í samfélaginu á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það? Ég leið mér að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég að koma því að... Ertu að segja að áhrif einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum? Nei, við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira. Og aðgera áætlanir. Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að ýta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi og stjórnmálaflokkarnir í sjálfu sér ekki merkileg, þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko, það eiginlega
maður þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkurinn sjálfur sé einhvern veginn æðri hugsjónunum eða einhverju slíku. Þannig að það getur verið stór á, Já. en svo getur verið bara lítill farvegur eins og píratarnir eru í dag sem rúma bara ekki ána. Þannig ég spyr eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum. Væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópuhreyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratana með þér sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópuflokkur? Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir trausti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópuhreyfingunni en nú fjallar þetta, ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðina, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi, en við þurfum nú að rýna í þær niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað er það sem okkur er ekki að takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land hvort að Evrópa er best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meira en 2 áratugi og ég tel allavega að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, net- og upplýsingaöryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum. Og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla er hluti að því. Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það er mikið talað En við erum aðferðafræðisflokkur. Ég held að það er það sem fólk stundum gleymur út af því þegar það er sagt að píratar eru stefnulausir eða margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór að baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykju þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur auðvitað. Ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn er ekki með fulltrúa, þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar, ekki bara inn í borginni en líka inn á þingi, hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverfi sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópuhreyfingunni, út af Evrópuhreyfingin er bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá, en það er bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna. Og ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar er að Píratar missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beygja þýði fyrir þau og hvaða áhrif það mun vera það. Þetta verið að hafna borgarlínunni, það verið að hafna svona ýmislegu sem Píratar vissulega tala fyrir og hafa haft góðar, tel ég, og sterkar framtíðarsýn hvernig borg við viljum búa í. Og svo verð ég bara líka nefna að ég tel þetta vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumálaheimum frekar erfiðu tími og óvissa og óryggi ríki núna. Þar tel ég nú líka Píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvaða meiri hluti verið myndaðar og hvaða afleiðingar það hefur. En það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel. Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður. Já. Og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það augnamiði að ná svona nýrri byrjun hjá Pírötum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætti að íhuga sinn gang eins og sagt er. Já, eða þá er þetta tækifæri til að byrja á alfari nýrri byrjun. En ættu ekki félagar þínir að fá að svara því, hvort að þú sért... Að sjálfsögðu. Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu Pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa. Já. Voru með 3 og mistu þá alla, að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf meti það. Hvort að þessar breytingar sem voru gerðar í forystu flokksins hafi dugaði ekki. Já, ég held að við erum nógu lýðræðislega flokkur til þess að það verði gert og
við eins og allar aðrar hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta. Það eru bara örfáir dagar síðan. Ég var þakklátt fyrir að geta sofið 7,5 klukkutíma á Guðmundur Árni sagði sunnudaginn. af sér bara nóttina. Já, var hann formaður Samfylkingarinnar? Hann var varaformaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu. Já, fekk líka vond ummæli þarna fyrst. Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem varaformaður. Hans stjórnmálaferill samt svolítið áhugaverður, það ekki? Ég veit ekki. Ég allavega ekki með hans feril í pólitík. Svo hérna, ég ætla áður en ég segi kannski að mér alveg strax. Þá hérna... En ég bara að spyrja, þú mátt ekki halda það að ég sé einhvern veginn að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og Pírata í dag. Fyrir tilvist okkar? Já, ég ekkert að efast hana. Ég bara að spyrja... Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér. Já, herðu, þannig að þið ætlið að, þú hefur trú á því að Píratar hafi 7 farvegur fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og hvernig getur það að bjóða fram í næstu þingkosningum? Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðin síðan. Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast? Með öðrum hætti... Heldur en það var gert 2024? Ertu að tala um útfærsluna þá? Já, eða hvort að við munum ekki... Við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum 6 kjördæmum. Það er kannski verðt að hafa það í huga að það var boðað til kosningarna 2004 með til dæmis skömmum fyrirvara. Já, veistu Gunnar, ég flutti heim fyrir 9 árum síðan og það voru basically kosningar á hverju ári. Ég hugsaði bara, hvað gengur á hér? 16, 17, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands hefur við setið 1. Síðan ég flutti til Íslands hefur þingið fengið að setja 1 fullt kjörtímabil. Svo að sjálfsögðu byrjum við í sambandi við sveitarstjórnarkosningarnar að undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur getur mögulega verið langur tími í pólitík en það er afskaplega mikið sem þarf að vera, það er betra þegar allt er komið í réttu kassana til að taka upp. Svo við erum bara akkurat núna kannski þessari viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu. Og svo heldum við bara ótrött áfram. Það hefur verið umræða þyngd og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við Samfylkinguna. Núna í borgarstjórnar? 24. 24, já, til þings. Það var umræðum það. Já, vegna 5%. Og ég flokka Píratana með bara því að Ólafur Þ. Harðarson hefur verið að greina hverju kjósa Pírata. Þó að Píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur forysta Pírata verið mjög mikið til hægri að þá ég er að vitna í það sem Ólafur Þ. Harðarson segir. Þetta er mjög svipað svona félagsleg staða og afstaða kjósenda þessara 3 flokka. Þeir mistu þeir fengu rúm 9% held ég, 24. Líklega hefðu þau fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það er eitthvað sem yfirgaf áður en fólk mætti á kjörstað, fólk kýs taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði í Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að atkvæðin dyttu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa 3 flokka þá eru þeir með umtalsvert meira fylgi heldur til dæmis Miðflokkurinn sem er skilgreindur sem sigurvegari kosningana og er með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki komið til greina að Píratarnir gangi inn í einhver svona bandalag þeirra sem eru vinstra megin við Samfylkinguna til þess að nýta atkvæðin betur? Til þingkosninga næst? Þingkosninga, sveitarstjórnarkosninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í... Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kosningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minnkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum bara til borgarstjórnar. Akkur virkaði það ekki? Ég held að þú verður að spyrja VG og formann VG það. Við fengum allavega send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að VG ekki sá sig fært að halda áfram. En VG eru þetta núna á sterkari stað og með Sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka bara... Það var tengt þeim viðræðum eða ekki sem að þið voruð? Jú, við vorum með þar og sósíalistaflokkurinn líka. Já. Svo já, það var allavega kom mér í opna skjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í.
En VG sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fóru saman með Sönnu og þeim sko. En það stóð ekki til að VG færi bara með ykkur? Það stóð ekki til að VG færi bara með ykkur? Nei, þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með Sönnu eða ykkur? Var ekki hugmyndin að þetta allt saman? Jú, en það var nú reynda bara VG sem sendi þessi skilaboð. Þeim að þeir vildi ekki viðræður við ykkur? Það stóð ekki, eins og ég sagði að þau sáu sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur. Og heldur þá, við vorum öll, sko það voru fleiri flokkar, Sósíalistaflokkur Íslands, Píratar og svo þau sem kom út úr Sósíalistaflokkinum og mynduðu Vor til vinstri, hreyfinguna og VG. Og þessi 4 flokkar, ég meina Sósíalistaflokkur Íslands, mér vitandi, sagði nei takk og það voru 3. Og þessi 3 funduðu fast og stíft og sendu VG skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með Sönnu og félögum. Og það og er það framboðið sem hlót bara góðs gengis núna, er það ekki? Það fengur 9,4%. Sem er kannski minna heldur en En spáin var en samt, þú veist. Það er oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir. Ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu 10 dagana, það var allt flokkar sem höfðu peninga til að auglýsa mikið. Það var ekki allir sem auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt. Nei, en það var kannski líka bara ákvörðun. Viðreisn náði að minnkaði ekki miðað við kannanir og Samfylkingin ekkert mikið. Kannski hefði þessi flokkar minnkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið. Það sumuleyti færðist kosningabaráttu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleyti inn í auglýsingatíma og hálfuleyti inn í þessa kappræður síðustu vikuna. Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuði að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta, kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óákveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko. Svo ég held að þessi kappræði bæði Heimildin, Sýn og sérstaklega RÚV hafa alveg mikið að segja. Ykkar maður hafi ekki staðið sér vel hana? Mér fannst það stóð sér frábærlega. Jú. Já, ef það var mikil árið þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki? Já, það hefði átt að gera það og það er auðvitað það sem ég þarf að rýna, hvers vegna það gera það ekki. Óttavi, þetta er spennandi tímar. Þetta er það nefnilega, ég er sammála því. En þið ætlið þú upplifir það þannig að þið ætlið að einbeita ykkur af Evrópukosningunni? Það er alltaf næstu dagskrá. Og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblína okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar. Ég meina við höfum lögreglur sem beita rafbyssum og það er ýmis annað sem er svona inni í kjarna Pírata sem við höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar. Það er margt sem þarf að íta til hliðar. Það var nú lögreglan beittir rafbyssu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kveiknaði í manni. Nefnilega. Og Píratar ættu kannski að stíga inn í það? Við erum að gera það. En við þurftum nú aðeins að kíkja til þín fyrst. Gangi ykkur bara allt í haginn. Kæra þakkir. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn. Og kannski okkur sjálf í leiðinni, næsti kaplir eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is